Öll Evrópuríkin verða að efla varnir sínar, segir fyrrverandi utanríkisráðherra. Forsetar Bandaríkjanna og Frakklands telja að friður geti komist á í Úkraínu á næstu vikum. Kennarar í Garðabæ kröfðust þess í morgun að samið yrði strax. Reyna á til þrautar í kvöld. Kennarar og viðsemjendur þeirra sitja á fundi, þeim fyrsta síðan sveitarfélögin felldu tillögu að kjarasamningi. Framleiðsla hafin á nýju í Skaganum á Akranesi sem varð gjaldþrota í fyrra. Nýtt félag hefur tekið við starfseminu og vélarnar eru komnar á fullt. Útgerðir reyna að gera sem mest úr litlum loðnukvóta og frysta hrognaloðnu til sölu í Japan. Forstjóri síldarvinnslunnar vill að rannsakað verði hvað veldur endurteknum loðnubresti. Landsmenn flykkjast til útlanda sem aldrei fyrr. Það vinsælt að skella sér á skíði en ekkert á við sólarstrendur Spánar. Þar eru nú fjölmenn útibú íslenskra byggðarlaga. Komið sæl. Samninganefndir kennara, ríkis og sveitarfélaga komu saman til fundar hjá ríkissáttasemjara síðdegis í fyrsta sinn frá því sveitarfélögum felldu tillögu að kjarasamningi sem ríkissáttasemjari lagði fram fyrir helgi. Það var vegna ákvæði sem gerir kennurum kleift að segja upp kjarasamningum á gildistímanum. Deildar meiningar voru innan stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga. Heiða Björg Hilmisdóttir, formaður sambandsins og borgarstjóri, studdi tillöguna. Formaður samninganefndar sveitarfélagana segir stjórn sambandsins einhuga. Það voru hlutir í þeirri tillögu sem við gátum ekki sætt okkur við, en það líka mjög margt í þeirri tillögu sem við erum mjög sammála og erum mjög ánægð með. Á hverju strandaði hún? Það var fyrst og fremst þetta uppsagnar ákvæði sem við vorum mjög ósátt við og það þarf að ræða betur. Stjórnin og okkar bakland hefur staðið alveg gríðarlega vel saman og fyrir utan eina undantekning á því. Þannig að ég hef ekkert vonað að það breytist. Anna Lilja Þórisdóttir, fréttamaður, í Karphúsinu. Fundurinn stendur enn, en ertu búin að heyra eitthvað að því hvernig miðar, Anna Lilja? Já, Jóhanna, það allavega ekki búið að semja, en þetta fyrsti fundurinn síðan fyrir helgi, síðan á föstudaginn. Nú við höfum heyrt svona víða að frá kennurum, víða á land, eins og til dæmis frá Árborg, þar sem kennarar hafa ákveðið að taka ekki forfallakennslu frá og með morgundeginum og við höfum heyrt að kennarar í fleiri sveitarfélögum séu að íhuga slíkt hið sama. Það mikil óánægja í stéttinni. En eins og segi, hér í Karphúsinu setið við borðið eins og hefur verið setið í 5 mánuði sem sá tími sem liðin síðan kjaradeilunni var vísað þangað, þar að segja kjaradeilu kennarasambandsins við ríki og sveitarfélög. En kennarar í Garðabæ mótmæltu í dag. Og það bárust fréttir af því að 10 kennarar, grunnskólakennarar þar í bæ hefðu sagt upp störfum, en reyndar hefðu 3 svo dregið uppsagnir sína til baka. Kennarar hafa verið fyrirferðarmiklir á samfélagsmiðlum undanfarna daga, tekið þátt í herferð þar sem þeir óska eftir atvinnutilboðum og lýsa reynslu sinni og styrkleikum. Sumir hafa gengið alla leið. Ég til dæmis búin að segja upp, sagði upp í gær og þar 1/4 búin að segja upp og þetta bara gríðarlega alvarleg staða. Ég búin að kenna í 22 ár en ég segi við nemendum mína, startu með sjálfu þér og ég þarf þá að gera það líka sjálf. Nú eru margir búin að segja upp, telur það að allir láti verða af því og fylgja því eftir? Já, mér finnst svona alveg gríðarleg reiði hjá okkur. Ég sjálfur að íhuga uppsögn. Ég hef lagt líf og sál í mína kennslu, búin að kenna út á Álftanesi í 20 ár. Þetta ekki eitthvað sem við gerum af einhverju léttúð. Til marks þungan í deilunni hefur Kennarasamband Íslands boðað til kröfugöngu frá Hafnarfjarðarkirkju á morgun undir yfirskriftinni Útför kennarastarfsins og eru kennarar hvattir til að fjölmenna svartklæddir með blys og kerti. Það eins og einhverjir sjáu það ósk heitast að losna bara við kennarana svo að sé þetta borga fólki minna fyrir að passa börn. Þetta byrjaði allt í leikskólanum og þar hefur fækkað náttúrulega rosalega mikið kennaramenntuðum og staðan alveg eins að byrja í grunnskólanum og við bara ætlum ekki að taka þessu þegjandi. Okkur þykir vænt börnin okkar og viljum sjá að framtíðin sé í fyrirrúmi. Krafa kennara sem komu saman við Ráðhús Garðabæjar í morgun var skýr. Semjið strax! Semjið
Það er ekki hægt að ætla að vera í einhverju störukeppni og bíða eftir að kennarar gefi sig því að við töpum út reynslumiklum kennurum, ungum kennurum út úr skólanum í þessari störukeppni. Fréttastofa óskaði eftir upplýsingum frá sveitarfélögunum hversu margir kennarar hafi sagt upp störfum frá því á föstudag. Af 42 sveitarfélögum sem svöruðu greindi einungis Garðabær frá uppsögnum, en þær voru í morgun 10 talsins og nú seinnipartinn höfðu 3 verið dregnar tilbaka. Já, þarna var talað störukeppni, en sá sem veit kannski meira hvort þetta ekkert nema störukeppni við samningaborðið. Það Magnús Þór Jónsson, formaður Kennarasambandsins. Magnús, þið hafið setið á fundi í, síðan 3 dag. Hvað er frétta? Ég held að sé bara best að hafa sem bara minnsta fréttur það. Við erum búin að setja hérna í dag og aðeins að fara yfir málin bara og setjum hér enn í einhverju samtali. En það eru 5 mánuðir síðan deilunum var vísað hingað til ríkissáttasemjara og það er 4 mánuðir síðan þið fóru fyrst í verkfallsaðgerðir. Hvernig, er þetta ásættanlegt? Nei, alls ekki. Við erum náttúrulega búin að vera allt og lengi í þessari kjarabaráttu okkar. Við vorum að vísa hér í september á síðast ári. Fram að því náttúrulega voru liðnir nokkur mánuðir áður en við vorum samningslaus. Þannig að það er löngu komin tími að bara klára þennan samning. Þið hefur sagt að þetta forsenda ákvæði þarf að segja að það verði hægt að segja samningnum upp. Það sé algjört lykilatriði. Sveitarfélögin vilja aftur á móti ekki fallast á það. Er ekki hægt að komast einhverju málamilun? Við erum alltaf, ef við sagt það, við gerðum samning góður út 2016 og aftur 2018 og við verðum að læra því sem gekk mistökin sem eru þar. Við teljum okkur verða að hafa sterkari ákvæði fyrir okkar fólk heldur en góða trú. En nú hefur heyrst að mikill óánægju meðal kennara á öllum skólastigum. Einhverjir hafa sagt upp, aðrir ætla ekki að taka forfallakennslu. Hvernig metur stöðuna? Mér finnst þetta mjög leitt. Ég sagði það á föstudaginn, ég myndi viðtala við ykkur að fólk væri leitt og reitt og við höfum því miður greint það. Það sem er að gerast er ekki eitthvað sem við höfum vitað, við erum bara að læra því, hlustum í fréttum og sjáum á netinu. En því miður þá er staðan ekki góð og þetta verður að fara að klárast. Þetta verður að fara að klárast, segir formaður Kennarasambandsins, en við segjum þetta gott hérna úr. Karpúsunni fylgjast að sjálfsögðu áfram með. Takk fyrir það, Anna Lilja Þórisdóttir. Og við ætlum að fara þá til útlanda. Forsetar Bandaríkjanna og Frakklands telja að friður geti komist á í Úkraínu á næstu vikum. Að því loknum verði hægt að senda þangað evrópska friðargæsluliða. Töluverð óvissa ríkir framtíð sambands Bandaríkjanna við vinaþjóðir í Evrópu og var það ein ástæðan fyrir heimsókn Macrons í Hvítahúsið í gær. Keir Starmer, forsætisráðherra Bretlands, hittir Trump þar á fimmtudag. I think the war can end soon. Well, how soon? Within weeks. Weeks? Yeah, I think so. Right? Don't you think so? I'd like to have you. I think we could end it within weeks if we're smart. Fyrir ári síðan varð Macron fyrsti þjóðarleiðtoginn í Evrópu sem lagði þá opinberlega til að senda evrópska hermenn til Úkraínu. Síðan þá hefur mikið vatn runnið til sjávar. Vladimir Putin, Rússlandsforseti, hefur sagst ekki taka í mál að hermenn NATO-ríkja sinni friðargæslu í Úkraínu. En Trump, sem ræddi nýverið við Putin í síma, er á öðru máli. Yeah, he will accept that. I've asked him that question. You talked to him? I've asked him that question. So he's going to lift the block on... Because he's not, look, if we do this deal, he's not looking for more war. He doesn't mind, but I've specifically asked him that question. He has no problem with it. I support the idea to have Ukraine first being compensated because they are the ones to have lose a lot of their fellow citizens and being destroyed by these attacks. Second, all of those who paid for could be compensated, but not by Ukraine, by Russia, because they were the one to aggress. Allar þjóðir Evrópu þurfa að efla öryggis- og varnarmál og á Íslandi þarf að styrkja landhelgisgæsluna og þyrlusveitina. Þar hefur verið slegið slöku við, segir fyrrverandi utanríkisráðherra. Það er rétt rúmur mánuður frá valdaskiptum í Bandaríkjunum og í gær voru 3 ár frá allsherjar innrás Rússa í Úkraínu. Kastljósið er á öryggis- og varnarmálum á sama tíma og spenna í samskiptum þjóðarleiðtoga fyrir vaxandi. Framhaldið er því óráðið. Úkraínumenn auðvitað þrá þessi stríð við linni, en það er algjörlega ljóst að þeir vilja ekki kaupa það hver verði sem er og Úkraínumenn vilja ekki vera undir hælnum á Rússum, það er algjörlega ljóst. En hvaða áhrif hafa valdaskiptin í Bandaríkjunum á stjórnmálin í Evrópu að mati Ingibergar Sólrúnar?
Þau hafa mikil áhrif og þau munu örugglega styrkja stöðu svona öfgasinnaðra hægri flokka, þjóðernissinnaðra flokka í Evrópu. Við sáum það í Þýskalandi. Við höfum séð þetta gerast í ýmsum öðrum Evrópuríkjum. Þetta er svona ýtt undir þá strauma. Hún segir glannalegar yfirlýsingar ýmissa þjóðarleiðtoga geta haft alvarleg áhrif þar sem talað sé án virðingar fyrir alþjóðasamningum og jafnvel gegn þeim. Það grafi undan alþjóðakerfinu sem sé kannski ekki mjög burðugt fyrir og það eigi að styrkja frekar en að grafa undan því. Og það er mjög mikilvægt að ríki heims fari að alþjóðalögum. Við eigum allt undir því, sérstaklega smáþjóðir. En er ástæða nú til að efla varnir Íslands og setja aukið fjármagn til öryggis og varnarmála? Ég held að allar þjóðir í Evrópu þurfi að gera það núna. En það er auðvitað spurning hvernig það er gert. Og ég held hér á Íslandi, þá eigum við auðvitað þann ágæta kost að styrkja landhelgisgæsluna, að styrkja þyrlusveitin okkar, því að hún getur verið björgunaraðili á Norðurhöfum fyrir NATO, en ekki síst fyrir okkur sjálf. Við þurfum á þess að halda og við höfum eiginlega slegið slöku við þarna og þarna þurfum að gefa í. Loðnuvertíðin verður í mýflugumynd í síldarvinnslunni í Neskaupstað verður hægt að klára vinnslu á einum sólarhring. Milljarða fjárfesting stendur ónotuð, segir forstjórinn, sem hvetur stjórnvöld til að rannsaka hvað veldur endurteknum loðnubresti. Barði NK kom til Neskaupstaðar í morgun með ágætan loðnufarm þann eina á vertíðinni 1200 tonn. Við kíktum upp í brú til skipstjórans sem var ánægður með óvænta loðnuveiði. Við veitum með nót, bara sunnan við Mælarif og þetta voru 3 köst. Gekk bara mjög vel sko. Það er vonandi bara mæli meira. 2 skip leita að meiri loðnu vestan við land en ljóst er að kvótinn dugar skammt fyrir Japansmarkað fyrir hrognalóðnu. Sá markaður er tómur eftir loðnubrest í fyrra. Auðvitað er þetta hörmungar ástand. Við erum ekki að sjá neina vertíð. Þetta er auðvitað ekki neitt sem er að koma. Einn dagur í vinnslu eitthvað slíkt. Og við erum að sjá auðvitað gríðarlega fjárfestingar liggja ónotaðar. Ég reiknast til að fjárfestingi uppsjávarriðin á Íslandi nemi einhverjum 500–600 milljörðum. Og þetta er ónotað þegar við erum að lenda í svona loðnubresti eins og núna. Fjöldi fólk sem er að missa mikla tekjur og við verðum einfaldlega að fara að velta fyrir okkur af hverju loðnustofninn er í þessari lægð. Loðna er fæða annarra tegunda svo sem þorsks og Gunnþór telur að kanna þurfi hvort loðnuskortur sé skýring á því að þorskstofninn sé ekki að styrkjast. Þá séu vísbendingar að hvalategundum svo sem hnúfubak hafi fjölgað mjög en hann sporður henni loðnu í stórum stíl. Þetta verði að rannsaka. Og ég held að sé alveg komin tími á það að Hafrannsóknastofnun og við Íslendingar gerum okkur grein fyrir því að við verðum að fara að skoða hvað er að valda þessu. Við verðum að fara að skoða áhrif hvalastofna á fæðukeðjunni í kringum okkur. Héraðsdómur Norðurlands eystra sýknaði í gær konu á Akureyri sem var ákærð fyrir að láta umskera 1,5 árs son sinn í heimahúsi. Konan var ákærð fyrir sérstaklega hættulega líkamsárás, brot í nánu sambandi og barnaverndarlaga brot. Dómari telur ósannað að konan hafi með háttseminni ógnað lífi og velferð barns síns. Læknar sem syntu drengnum töldu hann aldrei í lífshættu. Í dómnum er einnig tekið tillit til þess að aðgerðir sem þessar séu algengar víða heim. Starfsemi Skagans á Akranesi er hafin á ný en nú undir nýju félagi. 100 manns misstu vinnuna þegar Skaginn var gjaldþrota í fyrra. Á 4. tug hefur snúið aftur. Öllu starfsfólki Skagans á Akranesi var sagt upp og fyrirtækið tekið til gjaldþrotaskipta í júlí í fyrra og útlit fyrir að þar með væri starfseminni lokið. Í október náði hópur fjárfesta samkomulagi kaup á öllum búnaði og lausafé þrotabúsins og vinnan gat hafist á ný. Við stofnum nýtt félag sem heitir Kapp Skaginn, fáum hér heimamenn inn í hluthafahópinn með okkur og keyrum þetta stað aftur 1. nóvember. Þetta var mikið þrautaganga og leit nú ekki út fyrir þetta fyrir hálfu ári síðan. En þetta hefur mikla þýðingu. Í dag eru hér 35 starfsmenn, meira minn allt Skagamenn. Hér var náttúrulega rekið mikið iðnfyrirtæki áður en það fór í þrot, störfuðu hér 100 manns að mér skilst og í dag erum við 35 og svona miðað við pöntunarbók og það sem er framundan og þá myndi ég áætla að svona undir páska, jafnvel aðeins fram á sumar erum við jafnvel konum upp í 45–50 manns.
Fyrirtækið sérhæfir sig í framleiðslu, sölu og þjónustu á kælibúnaði fyrir sjávarútveg, fiskeldi og matvælaiðnað. Þessir fristar hér, þeir eru að fara til Brasilíu, þessi tveir hérna. Það er allt framleitt hérna þetta, hönnun er öll hérna hjá okkur. Þetta eru hátæknistörf, þetta eru fólk fyrir velmennta fólk og raun og veru allan skalan. Skiptir máli fyrir svona bæjarfélaga eiga fyrirtækja þessari gerð innan sinna bæjarmarka. Hérna sem sagt erum við komin í þar sem að lagerinn okkar er. Hér erum við svo með laserskurðavél sem að sker allt efni fyrir okkur. Við erum sem dæmi með verkfræðinga, tæknifræðinga og iðnaðarmenn, plötusmiði, suðumenn, rennismiði og svo koll. Kjarnorkuknúinn bandarískur kafbátur sigldi inn í Eyjafjörð í morgun. Varðskipið Freyja fylgdi eftir bátnum sem staldraði stutt við hér við land, aðallega til þess að skipta áhöfn. USS Delaware er orrustu kafbátur en ber ekki kjarnavopn. Þetta er í 7. sinn sem bátur af þessari gerð kemur að Íslandsströndum í þjónustuheimsókn frá því að þær voru heimilaðar árið 2023. Kanínupylsur, bjarnarkássa og íkorna salsa voru meðal kræsinga á árlegri samkomu Villibráðafélags í Pennsylvania í Bandaríkjunum. Á hverju ári er einn leyniréttur og síðast var það krákukjöt. We're trying everything here. No, not me. No, you're good. Come on. Já, það hafa líklega ekki öll smekk fyrir matseðlinum á þessari samkomu í Pine Grove í Pennsylvania. We have going down the list, we have a rabbit kielbasa, we have a raccoon andouille sausage, we have a stingray sausage, which is new this year. Ekki má gleyma íkorna salsa, bjóra chili og sléttu úlfa kjöti. Then we're going to do probably a marinated coyote. We haven't figured out exactly what we're doing with that. That's a stronger flavor meat. Gestirnir njóta matarins undir ljúfum tónum og sum eiga sitt uppáhalds kjöt. The lo mein, what was it, the bobcat? The bobcat lo mein is very tender. I think the rabbit sausage, which is really weird because I normally don't like rabbit, but it's just, I don't know, it's just good. Allt hráefnið fengið löglega en í Pennsylvania bannað með lögum að selja villibráð. Þess vegna viðburðurinn skráður sem fjáröflun og félagið góðgerðarsamtök. Á hverju ári svo einn leyniréttur. Í fyrra var það krákukjöt en í ár krókódíll. So to make ethical use of the resources. So let's say you trap raccoons. In previous, when I grew up, we would trap the raccoon, they would skin it, and the meat went to a rendering plant. Now what we try and do is explain to the guys, hey, you need meat for the family, try eating it. Og þá það allt annað. Utanlandsferðum fjölgar rúmlega 20% milli ára. Flestir fara á suðrænar slóðir, Bolungarvík með útibúa Kanarí, þar sem 5% bæjarbúa sleikja sólina. Við vorum að velta fyrir okkur hvort þú vildir hafa okkur í bikininu eða hvort við með. Hvernig kannski hefðbundin dagur hjá okkur? Við vöknum á morgnanum og fá okkur morgunmat, þá svona rútína hjá okkur. Við förum alltaf í minigolf. Þar eru kannski 40-50 Íslendingar sem mæta okkur í einasta morgni. Við erum kallaðir húnarnir. Það segir örugglega sína sögur. Við höngum alltaf á húninum og bíðum eftir að opni. Fólk allt þekkist orðið sem þarna, hérna kannski 3-6 mánuði á ári. Bara flott samfélag. Aldrei hafa fleiri utanlandsferðir verið farnar eins og í janúar á þessu ári. En alls nemur aukning ferðalaga Íslendinga af landi brott 22% milli ára. Kortavelta Íslendinga á erlendri grundu eykst í takt við þetta 18,4%. Hafa ber þó í huga að undir þá tölu falla einnig kaup á erlendum netverslunum. Vinsælustu áfangastaðir þeirra sem fljúga með Play í janúar og febrúar eru Alicante, Tenerife og Kaupmannahöfn. Vinsælustu áfangastaðir Iceland Air eru Tenerife, Kaupmannahöfn og München, þangað sem fjöldi Íslendinga fer í skíðafrí. Heitari slóðir hafa þó rækilega vinningin eins og Ágúst Ólafsson fréttamaður RÚV komst að á dögunum. Ég í algjöru minnihluta Íslendinga hér á Gran Canaria sem hér í fyrsta sinn. Eftir nokkuð góðan göngutúr hér í nágrenni hótelsins í morgun komst ég að því að hér fullt af Íslendingum sem auðvitað hið besta mál. Þetta ekki 10. skipti sem komum inn til Kanaríen. Við fórum hingað fyrst í jómfrúðaferð 1988. Mjög langt síðan. Þá var ekki alveg orðið svona
mikið Íslendinga nýlenda. Við erum að spila golf og við erum að hjóla og við löpum mikið. Það félagsvist og við erum að spila bridge og það bingo og það KK núna ljótlega og fleiri. Það eru flest allir hér í sama tilgangi, ná þessi vetrarþreytunni í góðum hita og glampandi sól. Ég hef oft velt fyrir mér þessu litla orði góðan daginn. Mér finnst það vera á afturhaldi á Íslandi en hér bjóða bara allir góðan daginn. Það eru nokkru litlir ungar heima sem bíða spennt eftir að amma og afi koma og finnst þetta stundum svolítið langur tími. En amma og afi koma með voru með sér, þannig að það er kannski bara allt í lagi. Við skulum reyna það. Það er ekkert Kastljós í kvöld, það heldur gestum boðið á torg, ekki satt, Baldvin Þór og Sigríður? Jú, mikið rétt. Við erum að búa okkur undir að taka á móti góðum hópi sem ætlar að ræða sjálfsrækt. Já, af hverju alltaf verið að þrýsta okkur að verða betri? Er þetta bara markaðsplott eða veitir okkur kannski ekkert að því að bæta heilsuna örlítið? Getur sjálfsræktin gengið á langt og orðið skaðleg? Við komumst vonandi að því á eftir. Já, ef þið viljið sjá bestu útgáfuna af okkur Siggu, þá erum að horfa á torgið strax á loknum fréttum. Takk fyrir það Baldvin Þór Bergsson og Sigríður Halldórsdóttir sem við ætlum að líta til veðurs. Það suðvestanátt sem eru ríkjandi hjá okkur fram á 50 með éljagangi víða land og þá sérstaklega landið sunnan og vestanvert. Krappar lægðir eru svo í mótun suður í hafi og spár benda nokkuð eindregið til þess að helgarveðrið verði nokkuð kröftugt. En Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur fer yfir horfurnar næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sér í kvöld. Gylfi Þór Sigurðsson segir hug sinn ekki stefna til að spila með erlendum fótboltaliðum í augnablikinu. Tími með fjölskyldunni á Íslandi sé honum mikilvægari nú. Handbolta sérfræðingur býst við jöfnum og spennandi leikjum í undanúrslitum bikarkeppni karla í handbolta á morgun. Og íslenska kvennalandsliðið fótbolta sækir Frakka heim til Le Mans í kvöld í þjóðadeild Evrópu. Íþróttir hér eftir fréttir. Og það var helst í þessum fréttatíma að öll Evrópuríkin verða að efla varnir sínar, segir fyrrverandi utanríkisráðherra. Forsetar Bandaríkjanna og Frakklands telja að friður geti komist á í Úkraínu á næstu vikum. Kennarar í Garðabæ krefjast þess að samið verði strax, reyna á til þrautar í kvöld. Formaður Kennarasambandsins er ekki mjög bjartsýnn. Kennarar verði að læra af mistökum við samningaborðið síðast. Framleiðsla er hafin á ný í Skaganum og Akranesi sem var gjaldþrota í fyrra. Nýtt félag hefur tekið við starfseminni og vélarnar eru komnar á fullt. Útgerðir reyna að gera sem mest úr litlum loðnukvóta og frysta hrognalóðinu til sölu í Japan. Forstjóri Síldarvinnslunnar vill að rannsaka verði hvað veldur endurteknum loðnubresti. Þessum fréttatíma er að ljúka og það er komið að íþróttum, veðri og svo er það torgið. Næstu fréttir eru í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og RÚV.is er uppfærður allan sólarhringinn. Við minnum ykkur líka RÚV appið og það er hægt að senda okkur ábendingar á fréttir hjá RÚV.is. En við á fréttastofunni, við ætlum að segja þetta gott að sinni. Verið sæl.